Góða kvöldið, systir, megi Drottinn blessa þig. Mig langar að leggja fram spurningu úr Biblíunni, í Hebreabréfinu 13, skyldur kristinna manna. Sérstaklega á þessum tíma ársins þegar við göngum inn í árslok og margar spurningar vakna fyrir kennsluna í kirkjunni. Í Hebreabréfinu 13, 9 stendur, látið ekki afvegaleiða yður af ýmislegum framandi kenningum. Það er gott að hjarta styrkist við náð, ekki mataræði. Þeir, sem syndu slíku, höfðu eigi happ af við. Í dag vitum við að aðrar trúardeildir nýta þessi orð til að villa fyrir og skipta mannkyninu með ýmsum mannlegum kenningum. Vinsamlegast, systir, útskýrðu fyrir okkur hvað það merkir að styrkja hjartað með náðinni, en ekki með mat, og hvernig við getum beitt við á þessum tímum, og átt hjarta við Drottinn í þessum heimi sem við lifum í. Megi Drottinn blessa þig og þakka þér fyrir svarið. Jæja. Stundum það ekki endilega áramótin, heldur nánast allt árið sem fólk finnur upp. Heimurinn, fólki finnur upp alls konar afþreyingu, finnur upp margvíslega hluti til að skemmta, segjum, manninum, til að skemmta fólki til þess að fólk segja ekki, ég þreytt á lífinu. Allir dagar eru eins, alltaf sama rútínan dag eftir dag. Hvílíkt þreytandi, hvílíkt leiðinlegt, svona ætti þetta ekki að vera í. Þannig hefur heimurinn, fólkið sjálft, fundið upp þessa afþreyingu, og líka viðskiptin, verslunin líka. Til þess að geta selt vörur sínar, til þess að selja, þá hafa þeir fundið upp alla þessa hluti. Einnig stjórnvöld hafa fundið upp margt, og ýmsar stofnanir í heiminum finna sér eitthvað til að skemmta fólki, svo það verði ekki þreytt. Við það þarf að gera eitthvað fyrir þau til að þau séu upptekin, svo þau vilji halda áfram að lifa. Annars detta þau í rútínu, í einsleitni og leiðindi, og þá grípur fólk til sjálfsvíks. Við það leiðist og veit ekki hvað það á að gera, svo allt þetta er fundið upp. Þetta er eðlilegt og náttúrlegt fyrir fólk heimsins sem hefur ekki Guð. En ég er viss, bræður og systur, að þið hafið upplifað, og ég hef sannarlega upplifað, að ég þarf enga afþreyingu í lífinu, í heiminum. Ég þarf ekki eitthvað sem gleður mig til að vilja halda áfram að lifa. Við fyrir mig er líf mitt, gleði mín, hamingja mín, ánægja mín, það er Guð. Þannig gefur Guð manni hamingjuna og ánægjuna á einn eða annan hátt. Maður finnur það. Maður ferðast og skoðar sköpunina, horfir á hafið, fjöllin, árnar, landslagið, snjóinn, hvað sem það er. Og maður horfir á þetta og segir, sjáðu allt sem Guð gerði. Þetta allt skapaði Guð, hvílík fegurð, hvílík dýrð og það veitir manni smá ánægju. En maður segir, Guð gerði þetta, Guð skapaði þetta allt og þá er það svo dásamlegt og fallegt. Við erum svo fáir miðað við allan heiminn sem hefur fundið upp svo marga hluti. Eins og til dæmis matargerð, já, alls konar matargerð sem þeir hafa fundið upp, og hátíðir sem þeir hafa fundið upp líka. Þá segja þeir, förum að halda hátíð fyrir þennan mann, sem var hetja, sem var forveri, sem barðist, sem frelsaði þjóðina, sem hjálpaði til við að berjast, þá segja þeir, höldum hátíð til minningar þennan einstakling, og þá halda þeir hátíð þann dag og segja, í minningu þessa manns en hann sjálfur fær ekkert að vita það, við hann er löngu dáinn. En fólki sem lifir nýtur þess dags, við þá vinna þau ekki. Þau þurfa ekki að fara í vinnuna heldur fara þau í ferðalag eða gera eitthvað annað og skemmta sér. Við þau fengu frídag þann dag, vegna hátíðar þess manns. Og þá segja þau, mér líkar þessi hátíð, við þann dag þurfti ég ekki að vinna, jæja. Fólk segir það, heimurinn segir það. Og að einhverju leyti hafa þau rétt fyrir sér. Við þau hvílast frá einhæfni vinnunar dag eftir dag. Og maturinn, það þarf ekki einu sinni að minnast á hann. Við þá byrjar fólkið að halda hátíðir og segja að til þess að halda hátíð þurfi að elda ákveðin rétt. Og þetta breytist smám saman í hefðir, verður hluti af menningu svæðisins, verður að venju og hefð. Og fólki verður að einhverju leyti þrælar þess. En ég er að tala þá sem ekki eru með Guði, fólki sem hefur ekki Guð, sem leitar ekki Guðs, heldur lifir án Guðs í heiminum.
Þau leita sér að slíkum afþreyingum, leita í frí, leita í alls konar leiðir til að skemmta sér, eða til að borða eitthvað öðruvísi, eða borða mikið, og það veitir þeim ánægju. Við skulum bera virðingu fyrir því. Við ætlum ekki að segja að það sé synd, heldur einfaldlega að fólki vill hafa afþreyingu og gera eitthvað öðruvísi en það sem það gerir í daglegu lífi. En við, sem nú þegar höfum Drottinn, við getum borða matinn á hvaða degi sem er. Ef þér líkar ákveðin rétt, þá geturðu borða hann hvenær sem færi gefst. En stundum er matur sem fæst ekki nema einmitt á ákveðnum hátíðardegi. Og þar sem það er bara þessi dagur í vikunni sem þessi réttur fæst, og mér líkar hann, hvað geri ég þá? Ég fór, keypti hann og borðaði, því mér líkar hann. Til dæmis, kalkún, er það ekki? Að borða kalkún hér. Allan ársins hring sér maður ekki kalkún í verslunum, hann er mjög sjaldgæfur. Sjaldgæfur, þó ég sé alltaf að reyna að kaupa kalkún yfir árið. Þá þarf að leita að honum í stórmörkuðum. En á þessum hátíðardegi, hvað gerist? Þá er nóg af kalkúni, jafnvel gefa þér hann. Ég vildi óska þess að ég væri þarna til að sjá hvort mér væri gefin einn. Jæja, það er þetta. Grasskerið, er það ekki? Mér finnst grassker alveg yndislegt. Ég borða grassker allt árið. Í mataræðinu mínu borða ég grassker, við mér finnst það dásamlegt. Þannig er ég gagnrýni ekki að fólk borði það einu sinni á ári, á einhverjum ákveðnum hátíðardegi, en ég borða það allt árið. Hvað finnst ykkur? Jæja, það er þetta, bræður mínir, að fólk lætur trublast og setur hjarta sitt í þessa tiltekna hátíð og í þennan tiltekna rétt, sem á að vera einmitt þann dag. Og að það verði að elda þennan rétt þann dag og bjóða fjölskyldunni. Og það má ekki vera á öðrum degi en þessum eina tiltekna degi. Þetta kallast að verða þræll. Þræll mannlegra uppfinninga. Fólki verður þrælar. Og það sama með gjafirnar, ekki satt. Gjafirnar líka. Að það verði að gefa gjafir, við sá sem gefur ekki gjöf er fyrirlitin. Og ef maður gefur ekki gjöf til ættingja sinna í gjafaskiptunum, þá er maður utangarðs. Þá verður maður þræll, á maður ekki peninga, tekur maður lán til að geta gefið gjöfina, og síðan situr maður í skuldum og í janúar skuldar maður allt. Allt. Hvers vegna? Af því að maður þurfti að gefa öllum gjafir. Við það er menningin, það er siðurinn, hefðin. Nei. Við eigum ekki að láta binda okkur í fjötra með þessu. Ef þú vilt gefa gjöf, þá gefðu hana hvenær sem er á árinu. Og ef þú sérð að allir eru að gefa þessar gjafir aðeins í síðasta mánuði ársins, en þú átt ekki peninga, þá skaltu ekki láta binda þig með við að taka lán, safna skuldum og taka það sem þú hefur ekki, bara til að sýnast. Nei, við skulum ekki sýna af okkur falskt yfirbragð. Ef hægt er að gefa, gott og vel, en ef ekki, þá ekki. Og ef einhver gefur mér, þá segi ég, æ, takk, en ég mun ekki endurgjalda það. Þú gafst mér gjöf, en ég ætla ekki að endurgjalda hana. Því ég bað þig ekki að gefa mér neitt. Og ég hef ekki peninga, ég ætla ekki að gefa þér gjöf á móti, og jafnvel þótt mér sé gefin kveðjukort, þá á ég að endurgjalda það líka. Við verðum þrælar þessara hluta. Við skulum ekki verða þrælar þeirra, við skulum ekki setja hjarta okkar í þessa hluti. Kannski er þetta ekki einu sinni synd. Við hvers vegna ætti það að vera synd að borða kalkún eða borða lamb eða grassker? Nei, það er ekki synd, en syndin er þegar þú setur hjarta þitt í það. Þegar þú segir, það verður að vera á þessum degi, á þessari dagsetningu. Og þá þarf ég að bjóða fjölskyldunni eða fara að heimsækja fjölskylduna til að elda þann dag og ef engir peningar eru til að bjóða öllum. Hvað gerist þá? Þú líður illa, hinir gagnrýna þig, reiðast. Og svo koma ósættir. Til hvers er það? Nei, við skulum ekki láta fjötra okkur. Þú skalt borða yfir árið þegar þú vilt, þegar þú átt peninga.
Þegar þú getur. Haltu boð einhver dag ársins, hvaða dag sem og bjóðaðu fjölskyldunni. Eða þú heimsækir fjölskylduna þegar þú getur. En ekki láta fjötra þig, ekki verða þræll þessara uppfinninga, hefða og menningar. Gerðu þig ekki að þræli þessara hluta. Settu ekki hjarta þitt í það. Ef þeir senda þér mat vegna þess að þeir elduðu og sendu þér, þá skaltu þiggja hann og borða. En þú skalt ekki fara að elda tilbaka til að endurgjalda boðið. Gerðu það ekki. Segðu einfaldlega, takk, þeir gáfu mér mat, þá þakka ég, og ég borða og þigg, því það er matur. En ekki líða eins og þú þurfir að endurgjalda, nei. Því þetta er það sem maður sér hjá fólki, þetta endalausa þú gafst mér gjöf og ég gef þér líka og svo taka allir þátt, og verslunin er alsæl. Við kaupmennirnir græða á sölu fólksins. Og fólkið fer og kaupir eitthvað, hvað sem bara til að eiga gjöf til að gefa. Og svo er það gefið, og manneskjan sem fær það líkar það ekki og fer að skila þig. Hún segir, hvað á ég að gera með þetta? Og þannig, svona verður til verslunin. Við skulum ekki láta fjötra okkur. Ekki verða þræll aðstæðnanna. Uppfinninga fólksins. Þú skalt ekki verða þræll. Þetta er ekki synd, en við verðum að þrælum og það mislíkar Guði. Fyrst og fremst á tíminn að vera fyrir Guð. Fyrst og fremst er það sem Drottinn á, og punktur. Við of mikil ánauð endar líka í skurðgoðadýrkun. Að verða skurðgoðadýrkandi fólksins, fjölskyldunar, aðstæðnanna, hátíðana, matarins. Maður verður eins og skurðgoðadýrkandi þessara hluta, ekki satt. Þetta er ánauð. Veri raunsæ. Borðið þegar þið getið, gefið gjafir þegar þið getið, mættið þegar þið getið, og það er nóg, án þess að vera þrælar. Og já, við skulum heldur ekki gagnrýna þau, við þið vitið að verslunin, hálfur heimurinn lifir á hinum helmingnum. En verslunin þarf líka að sinna starfi sínu til að græða.